Þá byrjum við á mikilvægri reglu útgildispunkta, hæsta og lægsta gildi. Þegar hæsta og lægsta gildi ekki endapunktum. Skulum bara byrja á því að teikna mynd. Segjum bara fyrst hæstu og lægstu gildi. Teiknum hérna mynd á samfelldu falli. Og við setjum hérna inn lokabíl. A til B, kallum það F. Ef við segjum F skilgreint á lokabílinu frá A til B. Þetta raungilt fall. Og svona bara út frá myndinni, þá höfum við að innsta gildi F mín. Það talan sem kemur út þegar maður setur A inn í fallið. Og F max. Það talan sem kemur út þegar maður setur B inn í fallið, hægri endapunkti. Hér lægsta gildi tekið vinstri endapunkti og hæsta gildi tekið hægri endapunkti. Það alltaf að gæta sín á því hvert formengið er. Þetta er bara svona fyrstu athugun. Ef við aftur á móti værum með, gott og vel með formúlu og nú setjum við inn tölur á innmengi hérna þessa lokaða takmarkaða bíls. Það þýðir bara við megum ekki taka A og B með og þetta er raungilt fall. Þá höfum við ekkert hæsta gildi og ekkert lægsta gildi. Ekkert lægsta gildi sem fallið tekur á þessu opnabili og ekkert hæsta gildi. Við skoða eitt bil enn. Skulum segja það að dragi héðan að við sé D. Hvernig þetta bara 3 komið fyrir hér á blaðinu. Hérna hefur við ykkur á formúlu. Við tekur inn rauntanna bíl sem hafa það bara lokað. Og svo við erum alltaf að vinna með. Þetta er raungilt fall. Sko, útgildisetningin segir að ef við höfum samfellt fall, skrifum það bara, allavega samfelldur ferill. Ef við höfum samfellt fall sem er skilgreint á lokuðu og við segjum takmörkuðu til öryggis því að lokuð bíl geta verið ótakmörkuð. Við bara ætlum ekki að eða púður í að velta því fyrir okkur að því við notum það ekkert núna. Þar var ég. Útgildisetningin, hún tryggir að þetta fall, við höfum ekki fall en við höfum bæði formúlu og formengi. Þetta fall tekur bæði hæsta og lægsta gildi á formengi sínu. Við þurfum alltaf að athuga endapunktana og strangt til tekið höfum alltaf það sem eru kölluð staðbundin hágildi eða staðbundin lággildi í endapunktum. Það er svona undirskilið. Við ætlum ekki að ræða það samt strax. Við ætlum bara að ræða hæstu og lægstu gildi. Og ef að fall tekur ekki hæsta eða lægsta gildi í endapunktunum, þá verður hæsta eða lægsta gildi að vera tekið á innmenginu. Þegar við undanskiljum jaðarpunktana eða það er almennara hugtak heldur en endapunktar. Til dæmis ef að formengið er sammengi margra bíla. Nú, hér sjáum við bara að miðað við mynd þá ætti hér að vera einhver tala sem að, getum bara kalla hvað sem er. Getum kallað hana P. Þannig ef við setjum P inn í formúluna þá fáum við lægsta gildið. Og hér er kannski einhver önnur tala, Q, á x-ásnum. Og við setjum hann inn í formúluna þá fáum við hæsta gildið. Og við ætlum að eiga þessa reglu fyrir okkur að ef fall er samfellt og á einhverju lokuðu bíli og síðan er alltaf hafður svo varnagli að það sé deildanlegt á innmengi bílsins vegna þess að við töpum oft deildanleika í endapunktum. Endapunktar eða jaðarpunktar þeim er hent út í skilgreiningunni á afleiðu. Það kemur svo oft upp að þeir
að við töpum deildanleika í endapunktum. Ef að hæsta og lægsta gildi ekki í endapunktunum, þá verða náttúrulega að vera teknir á innmenginu. Þessi regla útgildispunkta innmengi. Ég hef sönnunina ekki alveg eins og í bókinni, ég ætla að hafa hana aðeins myndrænni. Við skulum átta okkur á hugmyndinni. Síðan notum við þessa setningu fyrir setningu rolli. Svo notum við setningu rolli til þess að smíða aðalgræjuna sem er notuð aftur og aftur alls staðar í stærðfræði, svo kallaða miðagildi setningu. Regla, hún er númer 425, blaðsíðu 116 og hún er svona. Það byrja allar þessar setningar eins. Það er ekki að geta til svona vitleysu. Það byrja allar með látum. Og látum F vera samfellt, það er, þá séum við líka raungilt fall af einni raunbreytu. Æfa okkur í að vera nákvæm líka því að við viljum líka ræða föll eins og við sjáum alltaf sem er af tveimur breytum. Fall tekur inn 2 breytur eins og við sjáum í næstu viku þegar við förum í flóknuföllin. Einni raunbreytu. Við köllum yfirleitt X eða T. Ég skrifa þetta allt upp núna, lokuðu og takmörkuðu. Raun talnabili. Og það er skráð svona, það er endapunkta A og B. Og það á að vera skýrt að A er minni B. Það er ekki að hafa. Og F sé deildanlegt, þetta er skilirinn sem við erum að setja upp, deildanlegt á innmenginu. Nú sé við setningin, þetta að, gott og vel, látum sem svo að við vitum að hæsta og lægsta gildi ekki í endapunktunum. Gekum alltaf á því. Og segjum það bara, ef F tekur hæsta HISTA, ég skrifa hérna, það þarf eiginlega að skrifa setningun alla upp fyrir lægsta gildi, en við setjum þetta bara í sviga. Á innmenginu. Þá er ég bara búin að taka endapunktana, burt, A og B. Og svona segja við vitum hvað það er nákvæmlega. Tekið einhverjum punkti C á rauntalnalínunni. Þá er afleiðan, alla tala snertilínu, hún er 0. Hafa hérna bara aðeins til hliðar af hverju við erum að stroka út endapunktana. Hverju við gerum það. Það er sett hér. Ef F af X er til dæmis rótarafallið, þá er skilgreiningarmengið. Það er allar tölur frá með 0, þá er það raungilt fall. Svona. Við deildum fallið, þá fáum við 1 á móti 2 svona rótin af X. Og formengi afleiðinnar er aðeins minna. Þetta við töpum 0-inu úr formengi F. Þetta gerist aftur og aftur í stærðfræði því að við missum deildanleika í endapunktum. Það munar bara einum punkti. Þá segjum við almennt að fallið er ekki deildanlegt en það virkar samt, við getum búið til snertilínur. Það staðar annars heldur en bara akkurat í 0. Nú, þá skulum við reyna að sjá fyrir okkur hvað er að gerast. Gerum okkur svona mynd af því sem getur komið upp. Og segja þetta lítið einhvern veginn svona út. Bara rannsaka hæsta gildi. Kannski hafa einhvern veginn svona sem er alveg á hreinu að hæsta gildi er ekki vinstri endapunkti og kannski er ég eitthvað hér, komið loka bil.
Við vitum sem þetta hæsta gildi tekið hér, svona, einhver punkti C, f af C er f max. Ef x-ið liggur hægra megin við C og við búum til snertilínu hér á milli. Ef x-ið færist í áttina að C, þá sjáum við að hallatala snertilínu stefnir náttúrulega að vera lárétt. Við erum bara að velta fyrir okkur deildarleikanum. Þetta er gefin, en bara hvað gerist þegar x-ið færist nær. Og ef á hinn bóginn x-ið væri vinstra megin við og við tækjum hér punkt og til svo kallaðan sniðil. Sniðill er lína sem ákvarðast af tveimur punktum á fallriti og svo færum við x-ið núna til hægri, þá sjáum við að sama gerist. Hallatala snertilínu stefnir á að verða 0. Þá getum við sett upp sönnunina. Hún hlýtur að vera einhvern veginn svona að ef f í C er stærra heldur en öll hin fallgildin fyrir sérhvert x á innmenginu, þá í fyrra lagi, þá gildir að ef x er hægra megin við C, það skiptir engu máli. Það er þetta svona, x mínus C og x mínus C. Nú er þetta rétt hjá mér. Þetta er mínustala. F af x er minna heldur en f af C. Þetta er mínustala. En það sem er hérna í nefnaranum er plústala. Og mínustala deilt með plústala er mínustala. Svona. Og svo þetta mæla þennan halla. Þennan hérna, hann er neikvæður. Maður þess að segja það raun og veru. Og í öðru lagi, ef x-ið liggur vinstra megin við C, þá skulum við aðeins velta þessu fyrir okkur líka. Það myndrænt sjáum við að þessi halli er jákvæður, en við f af x mínus f af C er mínustala, það sem er fyrir ofanstrik, og það sem er fyrir neðanstrik, nú er x-ið minna heldur en C-ið, en það er líka mínustala. Og hlutfall tveggja mínustalna er jákvæð tala, mínustrik með mínus pluss hindar. Og þá stillum við þessu upp að það er gefið að það er deildanlegt, annars getum við ekki á einmenginu. Og sérlega getum við fundið formúlu. Þannig að stillum þessu nú svona upp að, ég láti þetta sjást alls þar, að þetta er 0, byrjaði þessu hérna 0, það er þá minna heldur en f af x mínus f af C á móti x mínus C, og þá erum við að skoða runu á tölum sem að stefna á C neðanfrá. Nú erum við að koma hér. Og nú tökum við þetta hérna 0 og lesum þetta í hinn áttina. Þetta er bara hingað. Og þá höfum við f af x mínus f af C á móti x mínus C, og nú erum við að þetta gildi fyrir öll x sem eru stærri en C, þannig að runan verður að koma ofanfrá, og það sem fallið er deildanlegt, þá er markgildi frá vinstri, sama markgildi frá hægri fyrir Newtonskoðun. Og þetta er nákvæmlega f merkt í C. Ég ætti að skrifa raun og veru markgildi x-stefnir á C. Er þetta. En nú sjáum við að
Setjum inn eða jafnt og svo sé þetta að vinna með þetta. Og sjáum við að afleiðan klemmist, hún er ekki minni en 0, stendur hér. Afleiðan er ekki minni en 0 og hér stendur afleiðan í C er ekki stærri en 0. Hvorki minni en 0 né stærri en 0 og þá er hún 0. En svo vildum sína. Skulum búa okkur bara til dæmi. Finnum hæsta og lægsta gildi falsins f af x 4 á móti x plus x. Þetta er breiðbogi plus lína. Þannig að nálægt 0 þá ræður breiðboginn. Þannig að hann kemur mjög brattur niður. Svo fjarlægast við 0 þá ræður línan. Það er að segja ef við höfum eitthvað formengi sem förum aðeins frá 0 og förum upp í 6, eitthvað svona. Og svo gerum við okkur gildistöflu og svo framvegis teiknum. En hérna er 1, hér er 6. Það lítur að líta einhvern veginn svona út. Ég þarf svo að laga myndina mína á eftir. Ég útskýra eins hvernig ég hugsa þetta. Ef ég væri bara með 1 á móti x, þá veit ég að hún lítur einhvern veginn svona út. Þetta er 1 hérna þá. En þetta er breiðboginn, þetta er 1 á móti x. Ef ég væri bara með línuna, þá lítur hún svona út. Og ég legg saman 2 svona föll. Þá sjáum við að nálægt 0 þá ræður þessi hluti, þetta er svo lítið. Og fyrir x sem eru komið lengra frá 0 og ræður þessi hluti. Svo þegar maður leggur saman þessi 2 föll. Já, við skulum bara strax setja 1 inn. Það geta teiknað, ef við setjum 1 inn í þessa formúlu, þá fáum við 5. Nei, hér er 5. Og ég má setja 1 inn. Ef ég set 6 inn í þessa formúlu, ég ætla að breyta dæminu. Að hafa þetta og notalega tölur, ég ætla að hafa þetta bara 4. Svona, ef ég set 4 inn í þessa formúlu, það er hægri endapunktur, þá fæ ég 4 deilt með 4. Sem er 1 plus 4, þá fæ ég 5. Hérna skal við segja að 4 sé hér. Hér sé. Og þetta er það fallgildið. Ég með bara til gildistöflu. Svo ætla ég að slömpa á 1 punkt í miðjunni. 2 virðist vera þægilegur. Þannig að við setjum 2 hérna inn í þessa formúlu, þá fá við 4 deilt með 2 sem er 2. Þannig að hér fáum við 2 plus 2. Það verður 4. Valdi bara svona einhverja tölur af handahófi. 1, 2, 3, 4. Þetta er einfalt og þægilegt. Við vitum þetta og maður hefur grun að ferillinn liggi einhvern veginn svona. Við erum að finna lægsta punkt. Og segjum lausn. Við þurfum alltaf að reikna fallgildi endapunktum. Segjum það. Reiknum fallgildi endapunktum. Og það getur ágætt að eiga eitthvað svona til hliðar gildistöfluna. Hérna er x, hérna er formúlan f af x jafnt og 4 á móti x plus x. Setjum 1 inn, þá vorum við búin að sjá að við fengum 4 deilt með 1, skrifum þetta, 4 deilt með 1 plus 1, jafnt og 5. Og svo setjum við hinn endapunktinn inn b, 4 og f í 4. Það var það 4 deilt með 4 plus 4 sem er líka 5. Og svo prófaði ég bara eitthvað, ég sátt að við á ferlinum, prófaði 2. Það var 4 deilt með 2 plus 2. 2 plus 2 eru 4. Þetta er mjög freistandi að segja hæsta gildi er 5. Það er tekið á 2 stöðum.
í sitthvorum endapunktinum. En ég veit núna að útgildi tekið á innmenginu, það að segja milli 1 og 4. Að þetta ekki fast fall. Ef þetta væri fast fall þá væri allstaða 5 hér. Þess að hæsta lægsta gildi tekið á menginu. Hæsta, nú eða lægsta gildi og ég ætla núna að sleppa þessu orðfæri að sé hæsta og lægsta gildi. Það fá að kynna bara til sögunar þetta orð sem mjög þægilegt. Það heitir útgildi. Það svona samheiti yfir hæsta og lægsta gildi. Við höfum því útgildi. Þýðing á extreme value. Við höfum það í útgildi á innmenginu. Eða við orðum kannski íslensku á milli endapunktana og ekki í endapunktunum. Þar sem hvar, þar sem f af x 0. Við fáum útgildi þar sem að við fáum lárétta snertilínu. Svona, f merkt í x 0. Og við reiknum það þá. F merkt af x og nú deildum við hallið, 4 á móti x, 4 sinnum x í mínus fyrsta, notum grunnregluna, og fá mínus 4 sinnum x í vendinu, mínus 2. Það segja mínus 4 á móti x í öðru. Og svo deildum við x og fáum 1. Og við leysum þessa jöfnu, þetta verður að vera 0. Og x í öðru hlýtur þó að vera 4. X í öðru getur ekki verið neitt annað heldur en 4. Það er sama að segja að x í öðru mínus 4 er 0. Það er sama að segja að x mínus 2 sinnum x plus 2 er 0. Tvær lausnir. x1 er mínus 2 og x2 er 2. Og nú þurfum við að segja, að því við erum að skoða formengið, að þessi hérna kemur ekki til greina. Og við segjum frá því. Þetta gerist mjög oft. Við fáum punkta sem eiga ekki koma við sögu. Nú er x jafnt á mínus 2 ekki á þessu bili frá 1 upp í 4. Svo segjum við ekki, svo að hann kemur ekki til greina. Þá er það röksemdafærslan. Þetta er eina útgildi, þetta er eini möguleikin að fá útgildi á innmenginu. Segjum frá því, við vitum þá. Að fallið hefur bara aðeins eitt eða nákvæmlega eitt útgildi. Þess að fyrir utan endapunktana. Svona. Það er að segja, sem sagt, í x jafnt og 2. Það er einu möguleikin. Við fáum síðan með reglus sem að segja við að taka aðra afleið og velta henni fyrir okkur. Við viljum ekki gera það. Heldur ætlum við hreinlega bara að reikna út að við vitum hvert fallgildið er í endapunktunum. Fallgildið í endapunktunum 5 báðum. Og ef við setjum inn þessa tölu, x jafnt og 2, við vitum að það gefur útgildispunktur, annarkvort hæsti punktur og lægsti punktur. Það getur ekki verið neitt annað, af því að þetta er svo tala sem gefur að f merkt í 2 er 0. Þannig það er lárétt lína. Snertilínan er lárétt. Þannig. Þá sjáum við hér hvort þetta er hæsta gildi eða lægsta gildi. Það sem þetta er minna heldur en, já, til dæmis f í 5, þá er þetta lággildi. Og meira að segja lægsta gildi. Nú þar sem f af 2 er, já, minna en eitthvað annað. Til dæmis minna en heldur en f í 1,
sem reyndar sama f í 4. Og þá f af 2 jafnt á 4 lægsta gildi sem fallið tekur. Sem fallið tekur á þessu bili frá 1 upp í 4. Hvað þá hæsta gildið? Já, það ekki tekið á innmenginu. Við fáum bara 1 útgildi. Það bara 1 útgildi á innmenginu og það lægsta gildi. Þetta þýðir líka að það ekkert hæsta gildi á innmenginu. Og hvar það þá? Það í endapunktunum. Þannig maður aðeins að ræða sig í gegnum svona dæmi og nota setningarnar. Skrifum þetta bara þar sem ekkert hæsta gildi á innmenginu, þá verður það að vera í endapunktunum eða í endapunkti. Og við segjum verður að vera tekið í endapunkti. Og svo vitum við reyndar endapunkti. Og svo vitum við, það vill bara akkurat þannig til að það sama fallgildi í vinstri og hægri endapunkti. Svo að F1 sem jafnt á F4 5 hæsta gildi. Ég búinn að segja hvað fallið Það formúla, það formingi. Og svona bara orðfæri, hæsta gildi tekið í 1 og hæsta gildið 5. Hæsta gildið líka tekið í 4 og hæsta gildið 5. Lægsta gildið tekið í 2 og það 4. En maður segir alltaf stutta sögu ef maður að leysa dæma þessari gerð. Ræði sig í gegnum það.